Já, og í fréttum þetta helst frá Suðurnesjum þessa dagana. Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur samþykkt að hafinn verði undirbúningur að gerð nýs gervigrasvallar vestan Reykjaneshallar, þar sem almenn sátt þá forgangsröðun, en telur einnig brýnt að ráðist verði í stefnumótun í málaflokknum. Knattspyrnudeildir Keflavíkur og Njarðvíkur leggja ofur áherslu á að gervigrasvöllur verði gerður vestan við Reykjaneshöll sem allra fyrst, sem nýtist bæði sem æfingar og keppnisvöllur fyrir bæði félögin. Íþrótta- og tómstundaráð Reykjanesbæjar tekur undir hugmyndir að nauðsynlegt sé að huga því sem allra fyrst að útbúa gervigrasvöll og sammála því að staðsetning vestan Reykjaneshallar geti verið heppilegur kostur. Framkvæmdir og breikkun Grindavíkur vegar standa nú yfir. Uppbyggingin fer fram í áföngum og verður vegurinn breikkaður beggja vegna. Vegrið verður sett á miðjan veginn í síðari áföngum framkvæmdarinnar. Athygli vakin á að töluverð breyting verður á ásýnd og notkun vegarins að framkvæmd lokinni. Til að mynda verður inn- og útkeyrsla útskotum á veginum aðeins möguleg úr annarri akstursstefnu á hverjum stað. Bæjarráð Reykjanesbæjar hefur samþykkt að farið verði í þarfagreiningu fyrir Ráðhús Reykjanesbæjar við Tjarnargötu í Keflavík og að ASK-verktakar verði fengnir í verkið. Ráðhúsið stór bygging en hún nýtist illa. Fram kom á fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar í síðustu viku að þrátt fyrir að alls sé 45 fermetrar á hvert starfsmann í húsinu, þá segir það ekki alla söguna. Skrifstofur í Ráðhúsinu eru þétt setnar. Hver skrifstofa notuð af 2 og upp í 6 starfsmönnum. Sveitafélagið ört stækkandi og það kallar á fleira starfsfólk í Ráðhúsinu, en eins og staðan í dag erfitt að koma fyrir fleiri starfsmönnum. Gera má ráð fyrir að sá möguleiki verði skoðaður að selja Ráðhúsið við Tjarnargötu og flytja starfsemina í hentugra húsnæði í bæjarfélaginu. Ný tenging Hafnarvegar við Reykjanesbraut hefur verið opnuð. Hún á nýjum stað eða inn á hringtorg við Stekk 400 metrum austan við vegamót Hafnarvegar og Reykjanesbrautar sem nú hefur verið lokað. IAVF sá framkvæmdir. Framkvæmdakaflinn 850 metra langur. Markmið framkvæmdarinnar að auka umferðaröryggi vegfarenda sem leið eiga Reykjanesbraut með því að loka hættulegum gatnamótum og tengja nýjan vegkafla Hafnarvegar inn á núverandi hringtorg á Reykjanesbraut. Þá verið að tryggja greiðari samgöngur á svæðinu og bæta tengingu við hafnir á Reykjanesi sem hverfi í Reykjanesbæ. Kosið verður nýtt nafn á sameinað sveitafélag Garðs og Sandgerðis þann 3. nóvember næstkomandi. Stefnt að því að bæjarstjórn sveitafélagsins staðfesti þær tillögur að nöfnum sem kosið verði á fundi bæjarstjórnar þann 3. október með það að markmiði að kosning fari fram hinn 3. nóvember. Bæjarráð samþykkti á síðasta fundi sínum tillögu verkáætlun og að auglýsingastofan Hvíta húsið verði fengin til samstarfs við bæjarstjórn val á nafnatillögum sem kosið verði Sunnudaginn 30. september næstkomandi mun Thelma Björgvinsdóttir bjóða upp á leiðsögn og ræða við gesti sýninguna svo miklar drossíur frá klukkan 14 til 17. Sýningin opnaði á ljósanótt í stofunni í Dús safnahúsum og hefur vakið mikla athygli. Sýningin unnin upp úr verkefni Thelmu í þjóðfræði við Háskóla Íslands Silverkross barnavagna og þann sess sem vagnandir hafa í hugum margra og þá ekki síst á Suðurnesjum. Á sýningunum má sjá 20 Silverkross barnavagna og dúkkuvagna, auk fjölda mynda af fólki á Suðurnesjum sem eiga og eða hafa átt Silverkross vagna.